Það er ekki á hverjum degi í skólanum þar sem maður getur tekið lægri pásu til þess að klappa hundi. En hérna á Háskólatorgi er það vissulega í hverri viku. Ekki vita allir af því að á 3. hæð á Háskólatorgi kemur hundur í heimsókn alla miðvikudaga. Hundadagar er verkefni nemendaráðgjafar Háskóla Íslands í samstarfi við Rauða krossinn þar sem hundar sem eru sérþjálfaðir í að vera í kringum fólk mæta til þess að eiga góða stund með nemendum. Að þessu sinni kom Núka í heimsókn sem er 3 ára gömul Basset Hound sem hefur starfað hjá Rauða krossinum í 1 ár. Tinna skiptist svo á við Núku og kemur í skólan aðra hverja viku. Hvers vegna eru hundadagar haldnir? Við ákváðum að reyna að fá hund hjá Rauða krossinum til þess að bara geta svona svolítið brotið upp kannski daginn fyrir nemendur. Það er alveg, hafa verið gerðir rannsóknir af því að það er gott að umgangast dýr og klappa dýrum og það er svona slakandi þannig að það koma hingað og hitta kannski hund á klappanum í nokkrar mínútur einu sinni í viku getur verið gott fyrir nemendur. Eins og ég sjáu þá finnst Núku mjög gaman að spjalla við nemendur. Kemur oft hingað? Það náttúrulega mæta ekki það margir á þetta en ég held að það sé svolítið svona falin perla. Ég held alltaf einhvern veginn að hundurinn er að Háskólatorgi eða svoleiðis en þetta er bara upp í stofu 3. hæð þannig þetta er svolítið svona sérstök stund sem maður fær. Mér finnst það bara stórkostleg hugmynd. Það væri alveg skemmtilegt að það vera líka til kattadagar. Ég hefði mjög gaman að því. Og myndirðu mæla með þessu fyrir aðra nemendur? Bara allan daginn sko. Mér finnst að hundadagar ætti að vera 2 í viku, jafnvel. Ég held að það væri gott. Endilega prófið að koma. Þetta eru mjög ljúfir og góðir hundar og það hafa meira þess að koma nemendur hérna sem eru hræddir við hunda, bara til þess að prófa svona umgangast svona rólega hunda. Þannig að endilega gefa ykkur tíma til þess að koma. Ó, maður getur sér munn á henni. Það er ekki að gera það.